Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl og voru velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Að venju komum við víða við. Núna í sumarbyrjun. Það alveg að koma sumar. Í fyrirhluta þáttarins heimsækjum við fjölskyldufyrirtæki í Vogum á Vatnsleysuströnd. Það heitir Beitir og elsti starfsmaðurinn 87 ára. Þau hafa verið að ná mjög góðum árangri í smíðum á búnaði fyrir línubáta. Við fórum út með 13 línuspil og svona tilheyrandi hluti sem að fylgja því, lyftukör og balarringi og svona rennur og fleira. Og þetta seldist allt á sýningunni og meira til og nú erum við að reyna að bjarga okkur hér fyrir horn. Við þurfum að skila hérna núna í þessari viku 3 línuspilum til Noregs og við erum að senda þau með flugi. Í síðara hluta þáttarins hefjum við leikinn í Reykjaneshöllinni og við förum í fótbolta með lögreglumönnum og presti. Svolítið mikið hrútalikt hérna? Já, ég held að það svolítið testosteron sko. Og við tókum sérstaklega eftir að konan kom hann inn að það fjölgaði gríðarlega þá, en það fækkaði líka leið og hún hætti. Og síðan liggur leiðin okkar í Holtaskóla. Við vorum á sigurhátíð skólans. En Holtaskóli sigraði sem kunnugt í skólarhesti. Já, þetta alltaf skemmtilegt að keppa í þessu, það skemmtilegt að vinna samt. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar, Kjartan Már Kjartansson, var gestur okkar í sjónvarpi Víkurfrétta. Við fórum aðeins yfir bæjarmálin. Og þá vorum við líka í skrúðgöngu á sumardeginum fyrsta. En við hefjum leikinn í Vogum. Beitir fjölskyldufyrirtæki sem verið hefur starfandi í Vogum á Vatnsleysuströnd í aldarfjórðung. Eigendur fyrirtækisins eru Hafsteinn Ólafsson og Þóra Bragadóttir. Hafsteinn hafði verið vélstjóri á loðnuskipum en frúin vildi hann í land og því varð úr að hann setti upp fyrirtæki í bílskúrnum heima. Já, við byrjum 89, þá byrjum við í bílskúrnum heima, 70 fermetra bílskúr og hófum þar starfsemi í svona blandari vinnu en fljótlega þróaðist þetta yfir í rústið stál og hefur haldið því alveg eingöngu síðan. Og þú ert búin að vera að smíða fyrir bátaflotan og einbeitið svona að línuskipum og bátum. Já, það byrjar á því að við smíðum þessa svokölluðu beitningatrekt með tilfallandi beitningu og þar kemur nú nafnið Beitir. Það verður þar til þegar við sýnum það á fyrstu sjávarútvegssýningunni sem við förum á í Laugardalshöll og síðan höfum við verið með fókusinn alltaf á línuveiðum og því sem því tilheyrir borð í bátunum. Og þessi smíðavinna, þessar beitningatrektar og svo fleira, hvað getur þú sagt mér það, hvað ert að framleiða nákvæmlega? Svo þróast þetta nú þannig að það beðið línuspil, það beðið færaspil, það beðið lyftukör, það beðið þvottakör borð í bátana og aðgerðaraðstöðu og alltaf fer þetta vind upp á sig stærra og stærra og þá springur bílskúrinn og þá var komið þessi spurning, eigum við að hætta þessu eða eigum við að halda áfram og gera þá eitthvað í því og byggja og við gerðum það hér árið 2000, þá flytjum við hérna inn í nýtt húsnæði, 500 fermetra hús og hefur náttúrulega verið afar gaman að starfa hér, hérna nóg pláss og gátum þá leyft okkur að kaupa mun öflugar og meiri tæki og farið víðar og smíða meira og það hefur gengið mjög vel en alltaf samt með fókusinn á línuútgerð. Við erum með mjög flinka starfsmenn hér, hafa verið hér lengi, rennismið reyndar af gamla skólanum sem 87 ára gamall og okkur þykir svona vænt það að hann skuli vera hér enn. Hvað ertu með marga menn hérna í vinnu hjá þér? Við erum 5 hérna á gólfinu að smíða og svo frúin með bókhaldið og fjármálin og sendill og allt mögulegt þar á milli. Hvernig ertu að selja þessa vöru þína? Hvernig lætur þið spyrjast út? Það helst gert með því að fara á sýningar og vera bara sýnilegur sjálfur á bryggjunni. Sem dæmi má nefna nú fyrir síðastliðið sumar, þá fórum við mikla ferð í 1,5 mánuð til Norður-Noregs. Staðinn fyrir að fara á sýning í Þrándheimi sem ákváðum að sleppa henni og fara heldur bara sjálf á bryggjuna. Keyrðum alla Norður-Noreg
í 1,5 mánuð og það skilaði okkur þessu sem var að gerast núna á sýningunni í Kabelvåg í Lofoten. Já, þú ert nýkominn frá Noregi þar sem þú fórst út með mikið af hlutum og ætlaðir að byggja upp góðan lager í Noregi en það er allt selt. Við fórum út með 13 línuspil og svona tilheyrandi hluti sem að fylgja því, lyftukör og balarhingi og svona rennur og fleira. Og þetta seldist allt á sýningunni og meira til og nú erum við að reyna að bjarga okkur hér fyrir horn. Við þurfum að skila hérna núna í þessari viku 3 línuspilum til Noregs og við erum að senda þau með flugi til þess að svona jafna hlutin upp og lagerinn í mínus, hann sem sagt engin. Hver er munurinn á þessum búnaði sem þú smíða fyrir íslenska línuflotan og þann norska? Hann er svolítið. Þeir eru aðeins að beita öðrum aðferðum við línuveiðar. Þeir nota yfirleitt mun grennri línu, reyndar eins og var gert á Íslandi hér fyrir svona 15-20 árum. Og svo eru þeir með þessa svokölluðu Guinness-línu sem menn hafa ekki náð tökum á hér heima. En þeir virðast ná ágætis tökum á henni og enn betri eftir við fengu línuspilu frá okkur og geta dregið hana svona hratt því að það merkilega gerðist að hún hringast í balan eins og venjuleg lína. Þetta kom mönnum mjög óvart og þetta þýddi það að þeir gátu lagt helmingi lengri línu og dregið hana á jafnlöngum tíma með það sem áður var með þeirra búnaði sem er norskur. Þannig að þú hefur byrjað á að selja þeim svona þessa hefðbundnu íslensku útgáfu en svo ferði hann út í fyrra og bara nærða að kynnast í hvernig þeir eru að gera þetta þannig að þú nærða að breyta með hliðsjón af því. Já, við áttum okkur á því, ég fer í róður með þeim nokkrum og sé þá hvernig þeir standa að því, bæði þeir eru að nota flotlínuna líka sem er svo annað fyrirbæri. Þá eru nokkrir svona punktar í spilinu sem eru svona hnökrar á þessu og það er engin ástæða til að það er hægt að leysa alla hluti og þá er bara að setjast niður með þeim og fara svo heim og smíða og nú fer önnur útgáfa af spilunum út. Hún er ekki alveg svo sama hér heima. Það er tvennt sem við höfum orðið að breyta þar. Þú vilt meina að þetta ferðalag ykkar Norður Noreg í fyrrasumar hafi svolítið skilað sér á þessari sýningu sem fórst á núna á dögunum? Það er engin vafi á því. Þetta er einhver besta auglýsing sem við höfum getað fengið því að við heyrðum það bara á sýningunni að það var nánast hver einasti maður sem kom á sýninguna, hann vissi það að við höfum farið hringferð Norður Noreg alveg frá Kirkjunni eins og niður að Lofoten sem er gríðarlegt svæði og 1,5 mánuð í það. Þá sögðu þeir að það er nánast engin normaður og það er norsk fyrirtæki sem gera þetta. Þeir bíða bara við síman og panta. En við lofuðum því að við myndum í það minnsta til að byrja með að koma annarkvort ár þegar þrámteimsýningin er, sem sagt ekki vera á henni, heldur fara til Norður Noregs og vera það til staðar að leysa eitthvað sem er eða gefa þeim ráð og koma með varahluti og er reyndar lager þar upp frá í Básfirði sem að umboðsmaðurinn er með og fungerar mjög vel. En þeir voru mjög hræddir með það þarna fyrir norðan að fannst við vera langt í burtu og að þjónusta gæti orðið erfið en það hefur orðið alveg akkúrat öfugt. Því að samstarf flugleiða og SAS er mjög gott og það tekur aldrei meir en 2 til 3 daga að fá, þó við sendum heilt línuspil með flugi og varanhlutirnir eru yfirleitt komnir eftir 2 daga og þetta segja þeir sé ekki til í þeirra póstþjónustu. Er markaðurinn þinn í Noregi stærri heldur en hérna heima á Íslandi? Í dag er hann alveg mörgum sinnum stærri. Þetta er svona svipað og var þegar hann var bestur hér heima og jafnvel orðinn stærri því að þetta er svo ógurlegur fjöldi af þessari stærð af bátum sem að þetta hentar og nú eru norðmenn að bæta við í línu veiðiflota. Nú eru þeir búin að átta sig á því sem við auðvitað áttum á okkur á hér heima fyrir 15 árum síðan eða sjómenn hér að línuveiði hún skapar mikið meiri aflaverðmæti. Ef við förum svona aðeins í gegnum þessar hluti sem þú ert að smíða, hvað ertu svona nákvæmlega að framleiða fyrir þennan flota? Það eru fyrst og fremst línuspilin, síðan er það blæðikör og blóðgunarkör og því að þeir verða að gera yfirleitt að öllum afla og ég gaf nú til að hausa líka en það er svolítið að detta upp fyrir hjá þeim. Þeir eru búin að uppgötva það líka að það er hellingsverðmæti í hausnum og þessi dekkbúnaður sem þarf á þessu minni bátum en þeir verða að þvo allan aflann áður en hann fer í lest.
Þau Hafsteinn og Þóra reyna að miða rekstur og verkefni fyrirtækisins við þann starfsmannafjölda sem nú hjá fyrirtækinu, því það sé fyrst og fremst fjölskyldu fyrirtæki. Nú eru einnig yngri fjölskyldumeðlimir að koma inn í fyrirtækið. Já, ég nú að bíða eftir því svona að yngri kynslóðin hérna í fjölskyldunni taki við. Beit náttúrulega fyrst og fremst bara fjölskyldufyrirtæki. Þeir koma hérna fljótlega, bæði sonur minn og dætra synir tveir sem hafa starfað hér í síðastliðin 3-4 ár. Og að þeir fari nú svona huga því að taka við þessu og þá gaman að sjá hvað þeir gera. Þá kemur bara ný kynslóð í þetta og við förum svona, en við höldum vel sjó en erum að huga því að bæta reyndar við tækjabúnað hérna núna en við sjáum hvað gerist. Þetta allt hefur sinn tíma og Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Tvisvar í viku hittast karlar sem eru komnir af léttasta skeiði í hádegisfótbolta. Jón Eysteinsson, fyrrverandi sýslumaður og mikill íþróttaáhugamaður, stofnaði félagsskapinn fyrir 40 árum síðan. Hann heitir Bræðralag boltans. Við kíktum í Reykjaneshöllina. Segðu mér aðeins frá þessum félagsskap, þessum fótboltaklúbbi ykkar. Hvernig fer þetta allt saman fram? Ég er nú búinn að vera í þessu síðan 92, þannig að Rikki bara unglingur með við mig, sko. Ég gæti verið pabbi þeirra nokkra þarna í þessu, sko. En þetta er meira 40 ára félagsskapur og svo sem startaði þessu nú var fyrrverandi sýslumaður hérna í bænum, Jón Eysteinsson, og hópum með honum. Og við byrjuðum í Ljónagrefinni í Njarðvík. Og síðan fyrir, ekki 15 ár síðan þú komst inn í þetta? Jú, bara 15. Já, bara 15. Þá breyttist til mikið, sko, þá eiginlega tók hann enda allt yfir.
Já. Hann á þetta eiginlega orðið skuldlaust og við hlýðum honum. Og ég þó að ég sé tala um það að ég sé æðstiprestur í þessu, það ræði ég ekki neinu. Það er herra Richard Ibsen sko, sem stjórnar öllu og við bara hlýðum honum. Og þið sjáu bólina sem við erum í sko, þetta er hann búinn að koma í gegn. Og svo eftir að hann byrjaði þá hittust við líka svona við á kvöldin og gerum ýmislegt annað sko. Og þannig að þetta er bara fínn félagsskapur sko, og mjög gaman. Hverju hefur Reykjaneshöllin breytt fyrir ykkur? Herri, þegar við byrjum reyndar hér þá voru menn ekki neitt sérstaklega vongóður að við næðum að halda þessu saman af því að það gekk svo vel hjá okkur í Ljónagryfjunni. En eftir við byrjum hér þá eiginlega bara fjölgaði í hópnum. Þannig að við erum núna held ég hartnar 80 á póstlistanum og mikil starfsmannavelta. Þannig að við erum svona að spila 10 til kannski 20 hér 3 í viku alltaf í hádeginu. Og hérna höfum við eiginlega bara svona einhvers konar þverskurð að samfélaginu. Við erum með presta og við erum með lögfræðinga og við erum með bankastjóra og heilmikið af lögreglumönnum. Þeir eru hér í yfirgnæfandi meirihluta. Þannig að þetta er bara hörku fjör sko. Er þetta ekkert mikið að vera að spila fótbolta 3 í viku komin á þennan aldur? Það held ég ekki, alls ekki. Ég held að þetta sé númer 1, 2 og 3 að heilsan skiptir svo miklu máli og það er hægt að hafa gaman að því leið og flottur félagskapur líka. Þá er það bara snilld. Hvað er þetta að gera fyrir ykkur? Já, þetta er náttúrulega hreyfingin, númer 1, 2 og 3, svo er bara svo gaman í knattspyrnunum líka og eins og Rikki var að segja, sko, þetta er þverskurður af þessum hóp sem er hér og meiri sé eitt skipti var kona með okkur í þessu og þeir sakna hennar ennþá strákarnir, sko, þeir sem voru og það voru nokkri sem hættu mér þessi eftir að hún hætti. Er svolítið mikið hrútalykt hérna? Já, ég held að það er svolítið testustorvan sko. Það er, og við tókum sérstaklega eftir að konan kom hann inn að það fjölgaði gríðarlega þá, en það fækkaði líka leið og hún hætti. Ég ætla ekki að segja hverju þetta voru sem hættu, en þeir vitaði best sjálfur. En konur eru þá velkomnar? Já, ef það er, sko, það náttúrulega þarf að fara í gegnum nefndina og það hefur verið þessi eina sem kom og hún var alveg fullfær sko og tók nokkra bara í bakarí sko. Það var ekki spurning. En þið breyttu nú svolítið hérna út af vananum hérna daginn og klædduð ykkur í mikla blöðrur. Hvernig var það? Herri, það var svona upplifelse en ég held að það sé skemmtilega að spila eins og við gerum bara venjulega. En það var gaman að prófa þetta sko. En kannski ég verð að bæta við, sko, séra Skúli var náttúrulega yfirgefið okkur. Hann var hérna duglegur að mæta og yfirleitt alltaf fasta gestur. Og þá voru miklar svona spekulasjónir það að þegar hann færi að þá yrði nýr sóknarprestur í Keflavíkurkirkju að koma og taka þátt í hádegisboltanum. Þannig að það er spurning hvernig nefndin tekur á því og mér þykir ekkert ólíklegt að séra Erla verði bara að mæta hér í fullum skrúða og taka þátt í þessu. En hvað segir presturinn? Eru menn ekki svolítið orðljótir hérna? Er það kannski bara leyfilegt? Nei, menn, þeir passa sér nokkuð vel. Það kemur fyrir að fjúki menn, það er svo fljótt að fara en ég held að sá orðljótasti, ég held að það hefur verið séra Sigfús. Það var þegar að hann var, þá átti hann til í að taka okkur svolítið sko en yfirleitt sko þá var honum alltaf fyrirgefið strax á eftir. Alltaf og það var mikil eftirsjá á honum í þessu af því að ég held að hann hafi blótað langmest á okkur og ég svona passa mig líka en maður gleymir sér. Já, gott að útrá hérna. Mjög gott, þetta er alveg, og ég hvet alla til að mæta sem hafa áhuga á þessu, bara líka til að horfa á okkur. Farið að skella ykkur í boltan. Já, kannski eitt að lokum, við þurfum að koma á framfæri að sko stærsti styrktaraðili bræðralagsins er Netto. En svo búum við líka að því að bæði Njarðvíkurkirkja og Keflavíkurkirkja eru í þeim hóp og Humarsalan. Þannig að við viljum endilega koma á framfæri þakklæti til þessara öflugu styrktaraðila. Sérstaklega. Reykjanesbær er skólarhristis bær ef svo má segja því að skólar í bæjarfélaginu hafa náð mjög góðum árangri í þessari grein á undanförnum árum. Lið Holtaskóla sigraði núna í 4. sinn á síðustu 5 árum. Við fórum á sigurhátíð í Holtaskóla með krökkunum en þar voru einnig heiðraði nemendur fyrir mjög góðan árangur í lestri, í sundi og í stærðfræði. Jæja, Eðvarð, fyrirverandi sundkappi og afreksmaður. Þetta hlýtur að vera mjög skemmtilegt fyrir þig að vera með Holtaskóla í þessum miklu afrekum. Já, við höfum, eins og við segjum nú oft, þá höfum við virkilega gaman að ná árangri
það er ekki bara í íþróttunum, heldur á öðrum sviðum eins og í upplestarkeppninni og stærðfræðikeppninni í fjölbraut og svo framvegis. Við erum með alls konar ferla í gangi í skólanum sem er að við erum að ná flottum árangri. Það eru augljósar framfæri hjá nemendum á öllum sviðum og svo er þetta svona hálfgerður bónus, þetta er svona ytri hlutin á starfinu og hann hefur heldur betur skilað sér síðustu misseri og eins og þetta sýnir, 4. skipti á 5 árum og það held ég að sé, við getum nú hægt að kalla það sé einhver hending að það gerist, þannig að þetta hlýtur að vera skipulagt og gott starf sem er hjá okkur sem að verður til þess að þessi árangur næst. Ég veit að þú ert búin að heyra oft þessa spurningu og ég ætla að reyna að umorðana að hvað er það sem að gera það að verkum að þið eru að ná þessum mikla árangri. Þið hljótið að vera að gera eitthvað annað heldur en hinnir. Já, sko, það er náttúrulega nokkrir þættir. Ég man greinilega eftir því þegar að við vorum að ræða þetta fyrir einhverjum 6-7 árum síðan og við íþróttakennarana og þá myndist einmitt Einar íþróttakennar á það. Þetta gengi nú ekki ef við kemumst ekki í úrslit og svo framvegis og árið eftir þá settum við dálítið þunga í þetta. Fórum að stað með skólahreysti Val og það er mjög vel sótt. Þar erum við með, ég held að við séum með það byrjum 70 krakka í 8. til 10. bekk í því vali og það er nú bara þannig að hefðirnar vinna vel með. Strákarnir, Beggi og Einar íþróttakennararnir eru náttúrulega, þeir vita náttúrulega upp á hár hvernig það virkar en hefðirnar vinna náttúrulega með okkur. Krakkarnir vilja þetta, maður sér glampan í augunum á krökkunum í 1. og 2. bekk. Þeir horfa á þetta, þeir sjá þetta og við erum það lánsum að þetta er búið að gerast á hverju ári og núna síðastliðin 5 ár og þau vilja taka þátt í þessu og hefðir eru bara, þegar maður nær upp góðri hefð þá er auðvelt að viðhaldinni. Skólahristi, þetta er svolítið flottu byggakrakkar. Já, þrega. Þið þurftu að leggja svolítið mikið á okkur, eða ekki? Jú, svolítið. Hvernig var að hanga þarna uppi bara, já, mér fannst þetta að vera heila eilífð. Það var heila eilífð, það var, já, mjög erfitt. Þú varst í fyrra líka, þetta er nú svolítið, já, þú hlýtur nú að eiga eitthvað í sem færði eitthvað hluta af peningunum? Nei, ég fæ ekki neitt hluta af peningunum. En já, þetta er alltaf skemmtilegt að keppa í þessu, það er skemmtilegt að vinna samt. Það er alltaf skemmtilegt að vinna. Eru þið alla daga hérna? Eru þið hérna út í hraðabrautinni eða út í hérna hristibrautinni hérna alla daga? Það var farið að leiðan svo oft, þetta er alltaf út á brautinni að þrífa hana þegar rignir, alltaf út af henni sko. Hvað finnst ykkur erfiðast í þessu? Erfiðast, bara að stressi bara, maður er stressaður að mikið pressa bara allir að leggja pressu, allir skólinn bara að leggja pressu á það. En er ekki svolítið gaman að koma hérna eins og þið lappið hérna í gegn, þið eru bara svona eins og fræga fólki, það er allir að gefa ykkur fæf. Þetta var mjög gaman, þetta er bara, já, það getur ekki lýst þessu bara, þetta er bara mjög. Ég séns að þið vinnið aftur á næsta ári. Það er alveg möguleiki, ef ég næ að hækka töluna mínu aðeins. En er ekki bara að byrja að æfa fyrir þeir sem að verða að eiga möguleika að vera í liðinu á næsta ári eða hvað? Hvað eru margir hérna sem að eiga möguleika að vera næst? 2. Ok, það er mikið lagt á ykkur. Já, svolítið. Og ekki æfa í sumar? Jú. Það verður mikið í sumar. Finnst þér þetta að hafa góð áhrif svona út í samfélagi? Fólki er náttúrulega í bæjarfélaginu ánátt með hana árangur og svona, þannig að þið finnir fyrir því? Já, heldur betur. Þetta er gríðarlega stór sjónvarpsviðburður og svo er náttúrulega það að þetta er ekki bara við. Heiðarskóli hefur líka unnið 2 sinnum undanfarin ár og fólk veit að þetta er skemmtileg samkeppni sem hefur skapast í það á milli og þannig að okkar samfélag er mjög meðvitað þessa keppni og fylgist grannt með og það eru allir sem óskar til hamingju og það er bara gríðarlega gaman að þessu. Leiðum þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna ykkur á fleiri skemmtilega miðla Víkurfrétta ff.is en það eru ferskar fréttir alla daga og síðan eru ferskar golffréttir á kylfingur.is. Svo má ekki gleyma blaðin okkar. Þetta er 37. árgangur, takk fyrir, hér í hverri viku. En við endum þáttinn á örstuttu broti úr viðtali sem við tókum við Kjartan Má Kjartansson, bæjarstjóra í Reykjanesbæ, bæjarmálin. En þetta viðtali er hægt að sjá á vef Víkurfrétta ff.is í heild sinni. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl. Og mér finnst svona almennt séð þá hafa menn svona ákveðna samúð með okkur og sýna þessu skilning
segja líka sumir að þú veist, þeir hafi vitað þetta, svona hlýtur þetta að fara og eitthvað svona sko, en það auðvelt að vera vitur eftir eins og ég hef sagt. Ég ekki í neinum umkenningaleik eða neinu slíku, en þannig að fólk horfir svona til okkar og segir já, svolítið svona, já, mikið þau sko, en mér finnst bæjarbúar hér svona lang flesti, mikill meirihluti, sýna þessu líka skilning. Auðvitað eru menn ekkert sáttir við að þurfa að greiða hærra útsvar eða hærri fasteignagjöld en var, en mér finnst fólk skilja þetta og það mjög mikilvægt. Við heyrum svo sem að fólki sem að ætlar einhverjir að flytja, einhverjir búin að flytja lögheimili sitt jafnvel til út úr sveitarfélaginu sem nú svolítið sérstakt. Það svolítið sérstakt. Já, og til barna og skyldmenna jafnvel í öðrum sveitarfélögum sem náttúrulega stórfurðulegt mál, en heilt yfir finnst mér fólk vera sko sýna þessu skilning og vonast til það líður varla svo dagur að það kom ekki einhver tíma og segi jæja Kjartan, þetta ekki bara alltaf að koma hjá okkur núna, þið ekki að verða búnir að laga þetta? Velkomin á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófa að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú